Landsvirkjun og Alcoa Fjarðaál tóku höndum saman í sjálfbærniverkefni til að fylgjast með áhrifum Kárahnjúkavirkjunar og álversins á Reyðarfirði á samfélag, umhverfi og efnahag. Fljótsdalsstöð stærsta aflstöð landsins. Hún knýr stærsta álver landsins, Alcoa Fjarðaál á Reyðarfirði, en starfsemin hófst árið 2007. Á meðan byggingu virkjunarinnar og álversins stóð, sáu margir þau tækifæri fyrir sem raungerðust síðar í atvinnulífi á Austurlandi, á meðan aðrir lýstu áhyggjum af áhrifum framkvæmdanna. Austurbrú hefur haldið utan sjálfbærniverkefni fyrir okkur og tekið saman lokaskýrslu þess. Íbúum á Austurlandi hefur fjölgað umtalsvert frá 2004 eða 17,3% og eru nú ríflega 11.000. Af þessum 11.000 eru 55% á vinnumarkaði en atvinnuleysi í fjórðungnum eru 2%. Að jafnaði starfa tæplega 600 manns hjá Alcoa Fjarðaáli og hátt í 300 í ýmsum afleitum störfum sem tengjast framleiðslunni. 20% fólks á vinnumarkaði í nágrenni álversins starfar beint eða óbeint þar. Í aðdraganda framkvæmdana voru meðal launatekjur í Fjarðabyggð undir landsmeðaltali. Frá því virkjunin reis og álverið tók til starfa hafa launatekjur í sveitarfélaginu hins vegar alltaf mælst yfir landsmeðaltali. Verður nærri fjórðungur af útflutningsverðmætum Íslands til í fjórðungnum. Náttúrustofa Austurlands hefur vaktað hreindýrin á svæðinu. Árið 2010 færðu dýrin sig af Fljótsdalsheiði yfir á nærliggjandi svæði á fjörðunum og aftur inn á Vesturöræfi, þar sem þeim fjölgaði frá 2009 til 2017 en fækkaði eftir það. Ekki ljóst hvað olli þessum breytingum, en búsvæði gætu hafa rýrnað, svo sem vegna beitarálags eða truflunar af aukinni umferð eða þéttleiki dýranna orðið of mikill. Heiðagæsum hefur fjölgað verulega á svæðinu þótt varpland hafi farið undir lónið. Sameiginlegur heiðagæsastofn Íslands og Grænlands var talinn 280.000 fuglar árið 2003 en 500.000 fuglar árið 2019. Mikill hluti þessara fugla verpir hér. Vatnið í Jöklu miklu tærara en það var fyrir virkjun og þar hefur verið byggður upp laxastofn með seiðasleppingum í ána og hliðarár hennar. Byggst hafa upp verðmæt laxveiðihlunnindi þar sem áður sást aldrei lax. Litlar upplýsingar eru reyndar til silung í Lagarfljóti fyrir virkjun og því erfitt að segja til stöðugleika stofnana en þeir virðast núna orðnir nokkuð stöðugir. Árlegar mælingar á rofi hafa verið gerðar frá 2009 á bökkum Lagarfljóts og Jöklu. Landsvirkjun hefur grjótvarið bakka bæði við Lagarfljótið og Jöklu samkvæmt óskum landeiganda eða ábúenda. Breytingar hafa orðið á gróðurfari í Kringilsárrana á Vesturöræfum og Fljótsdalsheiði frá 2006 en þær eru mismunandi milli svæða. Ítarleg rannsókn sýndi þó ekki bein áhrif hálslóns á gróðurfarsvæðana. Þegar beitar og varpland fór undir lón færðist sú landnýting yfir á önnur svæði. Frá því að aflstöð Landsvirkjunar og álver Alcoa Fjarðaáls hófu starfsemi hefur fólki fjölgað á svæðinu, launatekjur hækkað og atvinnulíf styrkst verulega. Hreindýr komast ágætlega af, heiðagæsum hefur fjölgað og jökla orðin gjöful laxveiði á. Ferðamenn nýta sér veginn á hálendið upp að Kárahnjúkastíflu og enn fleiri koma að Stuðlagili. En sú náttúruperla kom að fullu í ljós þegar vatnið í Jöklu lækkaði vegna virkjunarinnar. Sjálfbærniverkefni Austurlands lýkur með þessu yfirliti yfir áhrif stóriðjuframkvæmdanna á samfélag, efnahag og umhverfi.